Grundvallaratriði fyrir okkur Íslendinga er að halda áfram að skapa verðmæti, efla útflutningsgreinarnar, styrkja alla innviði okkar sem að geta stutt við þá þróun, allt frá menntakerfinu til samgangna, fjarskipta og skattareglna yfir til viðskiptasamninga við önnur lönd og traustara lagaumhverfis almennt. Lífskjör okkar í framtíðinni munu að verulegu leyti ráðast af getu okkar til að styðja við útflutningsgreinarnar og auka bæði framleiðslu í landinu en ekki síður framleiðni í öllum okkar störfum. Það eru jákvæð teikn á lofti hvað varðar afnám gjaldeyrishafta, þar sem áætlun sem við virkjuðum í haust er í fullum gangi. Ég hef fulla trú á því að það verkefni muni á endanum leysast farsællega. Ég veit að það eru stórir hagsmunir undir, þetta eru stórar tölur, miklar eignir, mikil þrýstingur sem að fylgir kröfuhöfum og öðrum sem að hafa hagsmuna að gæta í því máli, en við höfum tök á þeirri stöðu og hagsmunir beggja vegna borðsins færa mér þá trúi brjóst að við munum á endanum finna farsæla lendingu í því máli. Aðalatriðið er að undirliggjandi er ágætis viðskiptajöfnuður á Íslandi og tækifærin eru fyrir framan okkur til að gera enn betur. Og við getum hort víðar yfir sviðið. Breytingar á virðisaukaskatts og vörugjaldskerfum horfa til aukins frelsis og eðlilegri verðlagningar. Við höfum nýlega hrint slíkri vinnu af stað. Álögur sem birtast í virðisaukaskatti, vörugjöldum og tollum, stundum raðast þetta hvað ofan á annað í einu og sama málinu. Það getur komið mjög illa út. Svo ég bara taki eitt lítið dæmi sem ég rakst nýlega á. Er opinber álagning á sjónvarpsskjái 70%. Og við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið til þess að breyta því. Þurfum ekki að gera það. En eflaust verða einhverjir á móti lækkun þessara vörugjalda eins og öðru vegna þess að sumir virðast trúa því að flatskjáir hafi einmitt átt stóran þátt í hruninu. Stóra hagsmunamálið er að ná stöðuleika. En ekki þannig stöðuleika að hér verði stöðnun. Við verðum ævinlega að sækja fram, stefna hærra og gera betur. Aftur að Evrópusambandinu, kæru vinir. Það er þannig með ansi marga að þeir eru Evrópusambandssinnar en með fyrirvara. Þeir vilja ekki gangi í Evrópusambandið eins og það er, heldur líta á sambandsréttin, lög Evrópusambandsins, eins og hlaðborð, þar sem megi velja og hafna. Og þetta meira segja við formann eina flokksins á þingi sem hefur haft það á stefnuskrá sinni í meir en áratug að ganga í sambandið. Hann sagði í ræðu í síðustu viku: ég hef ítrekað sagt við menn á vettvangi Evrópusambandsins að ég sé ekki búin að ákveða að ég vilji aðild að Evrópusambandinu. Ef vondur aðildarsamningur liggur fyrir, auðvitað vilji hann ekki. Formaður Samfylkingarinnar er sem sagt ekki eins staðfastur í trúnni eins og félagi hans Össur Skarphéðinsson sem virðist vera síðasti móikanninn á þingi þegar kemur að inngöngu. Sá eini sem vill gangi í sambandið eins og það er. En býður Evrópusambandinu ekki að ganga í Ísland með tilteknum þröngum skilyrðum. Sú aðstaða að halda áfram viðræðum eftir þjóðaratkvæðagreiðslu sem að nú er oft nefnt í umræðunni, þar sem kosið væri að halda áfram viðræðum til að kanna hversu mikið við gætum fengið að ganga á svig við sambandsréttinn og án þess að vilji ríkisstjórnarinnar stæði til inngöngu, vilji stjórnarflokkana, meirihluta þjóðarinnar. Það felur í sér nokkuð sem ég kalla alvarlegan umboðsvanda. Og er það ekki fyrsta krafa viðsemjanda þegar að menn tefla fram umboði til viðræðna að spyrja eðli, efni og inntak þess umboðs sem teflt er fram? Og hvert væri okkar svar í því tilviki? Umboð til þess að sjá hvað kemur út úr viðræðunum. Þeir sem að efast að þetta sé vandamál ættu að hafa í huga hvað gerst hefur síðastliðin 4 ár, hvernig aðildarviðræðurnar enduðu hjá síðustu ríkisstjórn og gera sér grein fyrir því að þrátt fyrir stanslausar hótanir stjórnarslit og svipuhögg á þá ráðherra Vinstri grænna sem að sumir voru hraktir út úr ríkisstjórn og sumir þingmenn hraktir út úr þingflokkunum, að þá gekk málið ekki lengra en raun ber vitni. Össur Skarphéðinsson
sem annars þetta ákaflega orðvar og lít yfirlýsingaglaði maður, hann sakaði mig í gær pólitísk umboðssvik. Ég segi bara, eftir því sem örvæntingin verður meiri verða yfirlýsingarnar hástemmdari. Eigum við að rifja upp hinn eiginlegu svik sem honum þótti eðlilegt og fýsilegt að samstarfsflokkur hans í ríkisstjórn fremdi strax að loknum þingkosningunum 2009. Þarf að rifja það upp að Vinstri grænir voru og eru andvígir aðild eins og ég skil þeirra samþykktir og lofaði að ganga ekki í sambandið. Það var líka með miklum fyrirvörum sem þingmenn þeirra samþykktu aðildarumsóknina í júlí 2009 sem von er. Þá tók meirihluti þingmanna ákvörðun að hefja aðlögunarferlið án aðkomu þjóðarinnar og það var skýrt í huga Steingríms J. Sigfússonar hvernig því mætti ljúka hvenær sem er. Enda sagði hann í ræðu: við áskiljum okkur líka rétt til þess á hverju stigi málsins sem er að leggja það til að samningaviðræðum verði hætt og það á Alþingi líka að gera. Hann sagði jafnframt að það væri mikilvægt að viðræðurnar myndu hefjast á því sem erfiðast væri, orðrétt sagðan, þvert á móti á að mínu mati að leggja megin áherslu á að fá stærstu spurningunum svara sem fyrst og fá það skýrt fram. Hvort þær væntingar sem sumir hafa að Ísland geti fengið þarna umtalsverðar varanlegar undanþágur frá meginreglum Evrópusambandsins séu raunhæfar eða ekki. Ef þær eru ekki raunhæfar, er ástæðulaust að halda viðræðunum áfram. En Steingrímur stóð svo sem ekki við þetta. Þegar viðræður voru stöðvaðar tæplega 4 árum síðar, hafði hvorugur þeirra kafla sem Ísland hafði lagt sérstaka áherslu á, landbúnaðarkaflinn og sjávarútvegskaflinn, hvorugur hafði verið opnaður. Samningsafstaða í sér undanþágur frá öllu því helsta sem okkur væri kært. Og við þá sem að allt kapp leggja á að viðræðurnar haldi áfram, vil ég segja þetta á þessum tímapunkti. Er ekki þessi reynsla sem við höfum frá því að aðildarumsóknin var samþykkt, strax á fyrstu dögum nýrrar ríkisstjórnar fyrir bráðum 5 árum síðan, er ekki reynslan af öllu þessu ferli eitthvað til þess að draga lærdóma? Annars vegar, hvað varðar hina pólitísku stöðu sem ég hef gert að umtalsefni, hvernig það er að standa í viðræðum þegar ekki fylgir högur máli frá þinginu, frá ríkisstjórninni. Ég hef margoft sagt sögur af því hvernig það blasir við viðmælendum mínum í Brussel eða annar staðar hjá þjóðþingunum sem við heimsækjum af og til eða fáum heimsóknir frá, að viðræðurnar skuli reknar áfram af vilja annars stjórnarflokksins í síðustu ríkisstjórn. Menn skilja þetta ekki. Menn skilja þetta hreinlega ekki. Og þegar maður nær samtali við forystumenn Evrópusambandsins sem að hafa mest með þessi mál að gera, að þá segja þeir auðvitað alveg skýrt að það muni aldrei neitt gerast í þessum aðildarviðræðum fyrr en að það sé skýrt pólitískt umboð að baki viðræðuferlinu. Þetta er alveg skýrt og það ætti ekki að þurfa að takast á þetta. Það ætti ekki að þurfa fjöldafundi á Austurvelli til þess að skilja þetta. Þetta er alveg skýrt. Notum þessi 4 ár til þess að læra þetta annars vegar hina pólitísku stöðu í málinu og hins vegar hljótum við að gera kröfu til þess að þessi 4 ár, þessi milljarður eða hvað það er sem við erum búin að setja í málið, allir þessir fundir og öll þessi skrif skili einhverju sem hægt er að læra undanþágur Evrópusambandsins af. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að það eru margir sem að raunverulega trúa því að við fáum einhverja slíkar undanþágur. En hvað hefur komið í ljós eftir öll þessi ár? Alla þessa miklu fjármuni, þennan mikla tíma, þennan mikla mannskap sem við sett í málið. Alla sérfræðinga í öllum ráðuneytunum sem hafa hamast í málið. Já, það sem kom í ljós var að Evrópusambandið notaði tækifærin sem það fékk til þess að stöðva aðildarviðræðurnar út af einhverjum ótengdum málum og hagsmunum. Þarf ég að minna á Icesave-málið til þess að menn áttu sig á þessu, eða makríldeiluna. Og talandi makríldeiluna, hún snýst einmitt ákveðið kjarnaatriði í þessu máli sem er það að við inngöngu í Evrópusambandi myndum við tapa samningsforræði varðandi deilistofnana. Ef við værum í Evrópusambandi núna værum við ekkert að ræða við Evrópusambandið, Norðmenn og Færeyinga og aðra okkar hlut í makrílstofnum. Við fengjum bara skilaboð það hver okkar prósent ætti að vera.
Og ég get alveg sagt ykkur það eru töluvert aðrar hugmyndir sem þessir aðilar hafa hvað sanngjörn hlutdeild okkar Íslendinga í því máli heldur en þær sem við erum að berjast fyrir í viðræðunum sjálfum. Eigum við ekki að nota þessi 4 ár? Hafi menn raunverulega trú á því að það sé hægt, þrátt fyrir að öll gögnin og rökin, öll skrifin og reynslan sýni annað, að það sé raunverulega hægt að ná þessum frábæra samningi sem að rifja reyndar upp annan vondan samning, að það sé raunverulega hægt, þá hljótum við að gera kröfu til þess að öll þessi vinna, allir þessi fjármunir, þessi mörgu ár sem hafa farið í málið, verði þá til einhvers að draga lærdóm af. Mín skoðun er sú að það sé komið enn betur í ljós, heldur en hægt var að halda fram árinu 2009, að það er ekkert að semja varðandi þessi stóru mál. Nú, annars hvar eru yfirlýsingar Evrópusambandsins möguleika á undanþágum frá sambandslögunum? Við skulum hafa eitt í huga hér. Við erum ekki í sömu stöðu sem umsóknarríki eins og aðildarríki þegar verið að útvíkka samstarf Evrópuríkjanna. Sumir horfa til undanþágu Danmerkur vegna sumarhúsa. Hvernig var hún tilkomin? Jú, það var verið að útvíkka Evrópusamstarfi með Maastricht-sáttmálanum og Danir höfðu neitunarvald. Þeir reyndar felldu Maastricht-samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það allt önnur staða. Fengu síðan á endanum sérstaka undanþágu vegna þess að voru í þeirri stöðu sem aðildarríki að geta komið í veg fyrir útvíkkun samstarfsins Evrópusambandið. Og það má segja svipað með Breta og aðra þá sem hafa fengið undanþágu frá einstökum þáttum eins og á við hjá þeim undanþágun að vera utan evrunar. Þeir voru aðildarríki þegar þær viðræður áttu sér stað. Því verður aldrei jafnað við stöðu umsóknarríkis. Eða hefur einhver látið sér detta það í hug að við gætum farið fram á undanþágu frá því að taka upp evruna? Það reynir enginn að halda því fram. Höfum þetta í huga, kæru vinir, í umræðinni möguleikann á undanþágu. Það hefur líka verið rætt talsvert undanþágur möltu, sérstaklega bent á fiskveiðar þeirra. Þar var afleitri löggjöf sambandsins breytt til þess að koma til móts við hagsmuni möltu. En enn á ný verður að hafa í huga, þetta er afleitt sambandslöggjöf. Sem sagt, sambandi getur breytt síðar með meiri hluta ákvörðun. Þetta er ekki hluti af aðildarsamningi eða stofnsáttmála Evrópusambandsins með nokkrum hætti. Það má líka geta þess vegna þess að Malta kemur talsvert í umræðinu þessa dagana. Ég sá það var einn á Austurvelli í gær sem spurði hvort að Malta væri ekki súkkulaði. En við skulum hafa það í huga vegna þess að þar var undanþága að ræða sem að snerti fiskveiðar að það er ekki hægt að bera saman fiskveiði hagsmuni möltu og okkar Íslendinga. Heildarafli þeirra jafnast á við afla eins línubáts á Íslandi. Þannig að stöðu þessara ríkja verður aldrei jafnað við stöðu umsóknarríkis. Og það kemur fram í þeirri skýrslu sem að nú er fyrir þinginu að það hefur ekkert aðildarríki fengið undanþágu frá landbúnaðar eða sjávarútvegsstefnunni. Sambandið gerir ávallt á megin kröfu í aðildarviðræðum að viðkomandi ríki gangi að öllu regluverki þess óbreyttu. Leikareglurnar eiga að vera þær sömu fyrir öll aðildarríki. Það var sérstaklega við málaflokka þar sem tekin hefur verið sameiginleg stefna og það á við einmitt í fiskveiðimálunum. Þar hefur sameiginlega evrópska stefna náð sérstaklega langt og þess vegna verður það sérstaklega erfitt torsótt og í mínum huga ómögulegt að fá þær miklu undanþágur sem að menn höfðu uppi væntingar á sínu tíma. Kæru vinir, ég byggi afstöðu mína og við sjálfstæðismenn á Alþingi á þeirri sannfæringu að það sé ekki heiðarlegt að standa í einhverju leikriti gagnvart þjóðinni eða erlendum þjóðum á vettvangi Evrópusambandsins. Maður verður að fara í leiðangur sem þennan, vissum að eiga nógar vistir og vitandi hvar maður ætlar að enda. Og þessari óvissuferð verður einfaldlega að ljúka, þess vegna leggjum við til
að umsóknin verði dregin til baka. Lítum aðeins á staðreyndir málsins. Ég í ríkisstjórn þar sem engin ráðherra styður aðild. Ríkisstjórn sem studdir þingflokkum sem hvorugur vill ganga í Evrópusambandið. Ég formaður flokks sem á móti inngöngu í Evrópusambandið og hefur marg ályktað það og aldrei ályktað á annan veg. Það að verða 5 ár síðan umsóknin var lögð inn hjá Evrópusambandinu. Síðan hefur þetta mál klofið þjóðina. Könnun MMR sem gerð var fyrir 10 dögum sýnir að það eru rúm 52% Íslendinga á móti aðild, tæp 30% styðjana. Yfirgnæfandi meirihluti sjálfstæðismanna á móti aðild. En þeir eru líka til sem vilja inngöngu. Á landsfundi sagðist ég líka vilja vinna fyrir þá. Ég bað menn að vinna saman þrátt fyrir ágreiningi þessu ákveðna máli, vinna að hagsmunum þjóðarinnar. Og við verðum að gera það í samræmi við meginstefnu okkar í Evrópusambandsmálinu eins og á við í öðrum málum og standa við ályktanir valdastofnana flokksins. Einhverjir telja að það hefði verið viðurhlutaminna að setja umsóknina á ís í djúpfrystin eins og það nú kallað. Og hugsanlega hefði það þýtt minni stundarátök, minna tilefni til upprópana í stjórnarandstöðu þinginu, færri statusa eins og það heitir í dag frá tvífara utanríkisráðherra eftir vill. Hann kallar mig svikara. Ég veit ekki reyndar hvaða skuldbindingu ég hef axlað gagnvart honum eða öðrum þeim sem hafa lýst í sérstaklega yfir að þeir hafi ekki kosið Sjálfstæðisflokkinn á síðasta ári. En ég skuldbundinn stefnu Sjálfstæðisflokksins og þeirri staðreynd að mikill meirihluti sjálfstæðismanna andvígur inngöngu í Evrópusambandið og ég tek ekki þátt í þessu leikriti líkt og haldið var gangandi allt síðasta kjörtímabil þar sem að við erum í raun að draga 28 aðildarríki Evrópusambandsins á asnaeyrunum í viðræðum þar sem að hugur fylgir ekki máli. Það grundvallar atriði þessu máli hér. Kæru vinir, hvað sem að líður skoðunum einstakra manna, hvað sem að líður þeim heitu tilfinningu sem að menn bera í brjósti sér til þessa máls, þess sem að nú hefur verið lagt fyrir á Alþingi, þá tel ég að okkur beri fyrst og síðast að verja hagsmuni íslensku þjóðarinnar, að gera það sem við teljum að þjóni hagsmunum okkar Íslendinga best. Og það góð tilfinning þegar maður gerir nákvæmlega það og lætur ekki rekast undan vindum sem að blása í einhverjar aðrar áttir. Okkur ber að virða vilja þjóðarinnar og ég tel hann hafi komið fram í kosningum síðastliðið vor. Þar sem flokkar andvígir aðild fengu yfirgnæfandi meirihluta á Alþingi. Í Framsóknar og Sjálfstæðisflokkur ekki einu flokkarnir sem eru ESB andstæðingar í þeim skilningi að vilja ekki ganga inn í sambandið. Flokkurinn sem fylgjandi aðild, ef formaðurinn fær nægilega miklar undanþágur, sá flokkur fékk tæplega 13% atkvæða. Mér finnst ágætt að enda á því. Ég tek undir þakkir fundarins til formanns Sjálfstæðisflokksins fyrir ræðu hans hér áðan. Nú hefjum við spurningar og ég vil biðja menn að kynna sig, jafnvel þó að þeir viti að ég þekki þá, til þess að allir Jónar séu jafnir hér í þessu sal. Og ég ætla að safna saman spurningum og formaðurinn tekur þá bara niður efnisatriði þeirra og bregst svo við þegar við erum búin að fá sæmilega mikið í sarpinu. Gjörðu svo vel. Ég heiti Halldór Sigurðsson. Það með umræðunni sem hefur með Evrópusambandið undanfarið og undanfarin ár. Þá virðist fólk halda það að með því að gangi í Evrópusambandið þá þurrkist út verðtryggingin og svo framvegis. Mannréttindamálin komist öll saman í lag
En þetta ekki allt saman lög sem að brjóta hérna? Við erum búin að taka upp á öllum lögum varðandi neytendavernd hérna á Íslandi. Ekki bara verið að brjóta lögin hérna? Ekki þá bara besta ráðið að ríkisstjórnin stefna því þessu farið eftir núgildandi lögum í lánamálum og í mannréttindum? Takk fyrir. Daginn, Ásmundur heiti ég. Maður fylgst með umræðum á Austurvelli og minn skilningur á þessu inngönguferli í ESB hefur verið sá að þetta eru ekki samningaviðræður, þetta er inngönguferli þar sem þú tekur upp reglugerðir Evrópusambandsins skref fyrir skref. Hvaða svör við þessu hefur formaður við til þeirra sem tala það niður á Austurvelli að þau vilja fá að sjá þennan margumtalaða pakka og hvað leynist í honum, þessum hattapakka? Takk fyrir. Fleiri, gjör svo vel. Það er myndir að steina mig. Þetta var einn stuttspurning varðandi samtök atvinnulífsins. Nú sína skoðanir kannar 60% af félagsmann á móti ESB aðild. Þrátt fyrir að stjórnin virðist vera mjög hlynnt eingöngu í ESB. Þetta skíkur upp skil. Þetta er dálítið svona umræðin skvöld á stjórninni varðandi þetta. Fleiri spurningar, gjör svo vel. Viðar Guðjónsson heiti ég. Landsfundur sjálfstæðismanna sem ég hef mikla trú á, ályktaði eindregið síðar. Ég vil þakka þér fyrir, Bjarni, hvað þú ert með mikla einurð í því að fylgja lýðræðislega fram þessum landsfundi sem skipar 2000 manns alls staðar af landinu. Við mótuðum stefnu og þú ert að framfylgja henni. Ég þakka þér fyrir. Gjör svo vel, örstuð bara. Ég í Sjálfstæðisflokknum og ég vil það að við stöndum saman í blíðu og stríðu og við stöndum og verðum glöð. Eru fleiri spurningar núna? Svo ekki þá bið ég bara gefi formanni flokksins orðið. Halldór hefur mætt ofta á fundi hjá okkur og talað verðtryggingamálin og neytendavernd og það er alveg rétt hjá honum að það skiptir máli að við höfum þau mál í lagi gagnvart neytendum á Íslandi samkvæmt íslenskum lögum og Evrópulöggjöfin ekkert að setja okkur neitt þröngar skorður í þeim efnum. Það er hins vegar þannig að margir trúa því að með upptöku annarrar myntar myndi sem sagt verðlag á Íslandi verða stöðugara og vextir lægri og þar með hyrfi þörfin fyrir verðtryggingu neytendalána og ég bendi bara á að verðtryggingin fyrst og fremst tilkomin út af óstöðuleika sem hefur verið viðvarandi hér í efnahagsmálum og við þurfum að taka á og þurfum að gera það hvað sem öllu öðru líður og það voru atriði sem ég vékaði í minni ræðu sem að ég mun ræða á þinginu núna strax á vormánuðum og gerir ráð fyrir því eftir fáa daga að kynna fyrir ríkisstjórn og síðan þingflokkum nýtt frumvarp opinber fjármál þar sem að við setjum okkur strangari viðmið í þessum efnum heldur en að hingað til hefur gilt. Ásmundur bendir á að Evrópusambandið ekki eiginlegum samningaviðræðum heldur snúast viðræðurnar það að aðlaga íslensk lög að regluverki Evrópusambandsins. Þetta er mikið kjarnaatriði og ég kom inn á það áðan að það eru afar takmarkaðir möguleikar til þess að fá undanþágur sérstaklega fyrir umsóknarríki og þær þekkjast engar varanlegar í tilfelli sjávarútvegsmála sem hafa kannski helst verið til umræðin í þessu samhengi. En við höfum þó fyrir framan okkur dæmi, til dæmis frá Noregi. Norðmenn fóru fram á miklar undanþágur frá regluverki Evrópusambandsins og vildu fá að hafa fullt forræði yfir sinni fiskveiðiauðlind, meðal annars að ákveða heildarafla hvers árs og komi í veg fyrir svokallað kvótahopp með því að erlendir aðilar gætu ekki komið og keypt sig inn í norskar útgerðir og þannig komist í aflahlutdeildir Norðmanna. Þessu var öllu saman hafnað af Evrópusambandinu á sínum tíma og Norðmenn fengu engar undanþágur þrátt fyrir mjög skýrar kröfur af þeirra hálfu. Þetta er að minnsta kosti eitthvað sem við ætlum að horfa til í þessu samhengi. Nú,
Hvernig á að svara þeim sem segjast vilja sjá hvað kemur út úr viðræðunum? Ég get sagt fyrir mitt leyti, ég hef ágætis skilning á því að fólk vilji, það segja mjög margir við, getum við ekki bara fengið málið út úr heiminum, jafnvel þótt að við styðjum ekki aðildar inngönguna, fengið út úr heiminum með því að ljúka viðræðunum og gera samning við Evrópusambandið sem borin verður undir þjóðum. En þetta var ákveðið kjarnaatriði í mínu máli hér í dag, að ég tel að slíkar viðræður, þar sem að ekki fylgir hugur máli, þar sem að kannanir sína úrslit þingkosninga, stefna stóru stjórnmálaflokkana að það ekki áhuga á inngöngu í sambandið, komi í veg fyrir að þetta sé raunhæfur möguleiki. Við skulum líka hafa það í huga hér þegar rætt þjóðaratkvæði í tengslum við þá ákvörðun sem að núna liggur fyrir þinginu, að ég tel að þjóðaratkvæðagreiðsla sé sérstaklega mikilvæg þegar verið að gera grundvallar breytingu á utanríkisstefnu Íslands. Þegar við myndum breyta stefnunni frá því að vilja halda okkur utan sambandsins yfir í það að ganga inn, þá væri það alveg klárt og skýrt að við þyrftum þjóðaratkvæðagreiðslu. En tillagan sem að núna liggur fyrir þinginu og staðan eins og hún felur ekki í sér neina breytingu á utanríkisstefnu. Hún felur í sér að við höldum áfram samstarfinu á grundvelli Evrópska efnahagssvæðisins. Og þegar af þeirri ástæðu ætti að vera minni ástæða fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu að halda óbreyttri stefnu. Ég vil annars hafa sagt það líka hér í dag að mér leiðist þegar að þeir sem vilja halda sig utan Evrópusambandsins eru kallaðir einhvers konar andstæðingar Evrópusambandsins. Að eins og maður hafi eitthvað á móti sambandinu. Ég tel að það hafi náð stórkostlegur árangur í samvinnu Evrópuþjóða á grundvelli Evrópusambandsins. En ég kemst bara einfaldlega þeirri niðurstöðu að okkar hagsmunir séu vel varðir í EES-samningnum. Við eigum tækifæri til þess að gera betur, byggja upp lífskjör, gera Ísland að betri stað til að búa á, án þess að ganga þar inn. Og það snýst, og líka mikilvægt að taka þetta fram, það snýst ekki bara sjávarútvegsmálin. Það snýst eðli sambandsins og hvert það stefnir. Það snýst það að Evrópusambandið er á leið í átt til þess að verða sífellt dýpra samstarf Evrópusambandsríkjana, þar sem að fullveldi einstakra aðildarríkja er skert skref fyrir skref. Þess vegna rifjaði ég það upp einu sinni á landsfundi að erlendir stjórnmálamenn hefðu, og nánar tiltekið utanríkisráðherra Breta, sagði á sínum tíma að fólki liði ofta eins og Evrópusambandið væri eitthvað sem hefðu komið fyrir það. Vegna þess að ákvarðanir verið teknar svo langt í burtu frá því. Og þetta kannski helst það sem hægt að segja við þá sem að vilja fá samning upp á borðið. Það mun ekki skila árangri eiga í viðræðum og við erum, hvað þetta snertir, í betri stöðu heldur en við vorum 2009 til þess að leggja mat á þetta, vegna þess að þá var þessu haldið fram að það væri víst hægt að ná góðum samning og með flokki í forystu sem hafði eindreginn áhuga á því að ljúka samningaviðræðunum, með einn ráðherra sem var hent út úr ríkisstjórninni vegna andstöðu og nógan tíma, mikla fjármuni, alla íslensku stjórnsýsluna baki sér, þá fékkst samt aldrei nein niðurstaða. Það bent á að það séu skiptar skoðanir hjá atvinnurekendum og það í sjálfu sér ekkert nýtt. Ég tek eftir því að menn taka skoðanakannanir mjög gjarnan og nota þær til þess að rökstyðja sinn málstað. Það ekkert óeðlilegt. Það hefa verið mikla sveiflur á áhuganum við áhuga á inngöngu í Evrópusambandi hjá atvinnurekendum og einstökum heildarsamtökum þeirra. En það sem að mestu skiptir hér að atvinnulífið hefur áhyggjur af gjaldeyrishöftunum. Atvinnulífið hefur áhyggjur af þeim sveiflum sem að íslenska krónan hefur haft. Atvinnulífið hefur áhyggjur af verðbólgu og háu vaxtastig. Og við þurfum að svara þessum áhyggjum með skýlausri stefnu í ríkisstjórn. Og ég sem fjármálaefnahagsráðherra mun leggja sérstaka áherslu á að bregðast við þessum áhyggjum með því að ganga vasklega til verks varðandi áætlun afnám haftana, varðandi það að gera betur í ríkisfjármálum. Við höfum núna tækifæri þegar að margt spilar með okkur í senn
Í fyrsta lagi hallalaus fjárlög. Í öðru lagi nokkuð langt tímabil þokkalega stöðugs gengis. Í þriðja lagi mjög ríkur vilji aðila á vinnumarkaði til að standa öðruvísi að kjarasamningagerð heldur en að fram til þessa og lengi framan af hefur gilt. Það er að segja að byggja á því efnahagslega svigrúmi sem til staðar til þess að bæta kjör launþega í landinu. Þegar þetta fer allt saman, ábyrgur vinnumarkaður, við höfum tök á gengi krónunar, við erum komið með hallalaus fjárlög, fjárhagur sveitarfélagana að batna ár frá ári, þá höfum við tækifæri til þess að hefja nýtt stöðuleika skeið. Og ef við bætum leið regluverkið í kringum ríkisfjármálin og hinn opinberu fjármál almennt, að þá byggjum við enn frekar undir trú á því að þetta sé hægt. Margir lýstu því svo þegar þeir voru að ganga núna frá kjarasamningum að þetta væri svona ákveðið áhættu stökk sem menn væri að taka. Þess vegna voru samningarnir til stutts tíma. Þannig að menn treystuðu ekki fyllilega að þetta myndi að halda verðbólguforsendur annað. En það að menn skyldu hafa tekið þetta stökk sýnir ákveðna viðhorfsbreytingu. Það er mjög jákvætt og fyrir okkur til þess að byggja á til framtíðar. Og með því að grípa þau tækifæri sem að felast í þessari stöðu, tel ég að við munum vel svara væntingum og þörfum atvinnulífsins stöðugara gengi, lægri vexti í landinu, aukinn stöðuleika, almennt. Ég held ég að við komið inn á það helsta hér. Fyrir utan það að ég tek undir með manninu sem vill kveða brott sundurlyndis fjandar. Ályktun eða áskorun sem að sjálfstæðir Evrópusinnar sendu inn á þingfund Sjálfstæðisflokksins á föstudag óskað eftir tvennu. Annars vegar að beðið við eftir skýrslu Alþjóðastofnunar Háskólans áður en ákvörðun er tekin og hins vegar að ef engar síður er tekin ákvörðun það að draga umsóknina tilbaka að þá yrði ákveðið að setja þá ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og eins og Þorsteinn Pálsson orðaði í viðtalinu í Hátinn og Bylgjum í dag, þá myndi það ekki fela í sér neina athafnaskyldu á ríkisstjórnina jafnvel þó að tillaga að draga umsóknina tilbaka henni felld, vegna þess að þá væri hún bara áfram hlutandi og gæti beðið næstu ríkisstjórnar. Getur svara þessu og kannski að auki óttastu að núna því uppfyllum ekki fjármagnsstreymi samkvæmt EES-samningnum núna eftir að vera spiltið að Evrópusambandið muni gera okkur erfitt fyrir að við uppfyllum ekki það skil. Þessi fyrirspyrjandi kynnti sig ekki en þá rétti ég nefni að hann heitir Heimir Már Pétursson ættaður frá Ísafirði. En ég ætla það bara núna að kalla eftir frekari fyrirspurnum og svo ljúkum við umræðinni. Ég veit að fólk þarf að fara til sínar vinnu og við viljum virða það að allir hafi jafna rétt á því og möguleika á því að heyra hvað formaður Sjálfstæðisflokksins hefur að segja. Gjörðu svo vel. Já, Sveinn Óskar heiti ég ætla bara að spyrja ráðherrann og formann flokksins að því að í ljósi þess að Steingrímur J. Sigfússon fékk ekki að opna landbúnaðar- og sjávarútvegspakkann því að þeir eru óopnaðir enn. Hvort að má ekki vænta í ljósi líka greinar Hjörleifs Guttormssonar í dag stuðning frá VG við þessa þingsályktun? Það var annar maður hérna sem við varum að biðja um orðið líka. Já, Sigurður Sigurðsson heiti ég. Ég langar að spyrja Bjarna sem að lofaði því aðdraganda kosninganna að frjálslyndir Sjálfstæðismenn og kjósendur flokksins fengi að kjósa áframhald viðræðna á fyrri hluta kjörtímabilsins. Er nú verið að svíkja, þó ekki að sé í spilunum það að það þurfa að breyta af braut, því að skýrslan gefur ekkert til en til þess. Hvað sé þá næst á dagskrá hjá ríkisstjórninni að svíkja kjósendur? Verður það verðtryggingin, skuldaleiðréttingin eða hvað er það? Trúverðugleiki flokksins er ekki mikilvægt til þessa atburði sem að hamast á flokknum núna. Aðeins. Gjörðu svo vel, þú varst með fyrirspurn örstutt að þú varst búin að spyrja hér áður. Já, ég bara spurja Bjarna eina já-nei spurningu sem mér finnst leiðilegt að þurfa að spurja samherja. Er eitthvað sem réttlætir það að hið opinbera og kerfi og fjármálastofnanir skuli beita
mannréttindabrotum og ólöglegum aðgerðum gagnvart neytendum í landinu og lánþegum. Takk fyrir, gjörðu svo vel. Já, Jóhann Skildursveit ég, búinn að vera skráður í Íhaldið líklega í 39 ár, uppalinn í flokknum. Ég er eftir þessum mönnum sem að vil bíða eftir niðurstöðu, eftir skýrslu Alþjóðamálastofnunar og það sem að ég óttast í raun og veru og beini til formannsins hvað hann sjái í því að það að ég er uppalinn við það að Sjálfstæðisflokkurinn er breiðfylking þar sem eru mörg hús eins og sagt eða margar vistarverur en mér finnst þeirra búið að loka ansi mörgum vistarverum núna og það er keyrt á til einstefnu pólitík og umræðan snýst tvo þætti, fyrst og fremst einn. Hún snýst sjávarútveginn sem er vissulega mikilvægur en þangað munum við kannski ekki sækja mikið meira í framtíðinni. Við munum þurfa að byggja á því sem að kalla var hér með stundum fyrirlitningu eitthvað annað. Við höfum nú mörg dæmi þá fjölmiðlum þar sem að fulltrúar þessara eitthvað annað, forstjóri Össurar og sem fulltrúar og forsvarsmenn atvinnulífsins benda á að þetta sé feigðarflan. Ég hef áhyggjur af einingu flokksins og ekki misskilja mig þannig að ég sé 101 maður. Ég er dreifbýlingur, ég er svona grasrótarmaður, fæddur í sveit, ólst upp á Trillu, var 15 ára og komin á togara til að vinna fyrir skólagöngu. Er í góðu starfi í dag, en framtíð barnanna minna þessu landi með svona einstrengis pólitík, ég hef áhyggjur henni og ég hef áhyggjur flokknum. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Hulda Guðmunda heiti ég og mig langar að spyrja af hverju þarf að draga aðildina eða umsóknum aðild tilbaka? Var ekki bara nóg að setja hana á hér eða frest? Takk fyrir, það var ein spurningu viðbót og svo að ég getur farið að ljúka þessu. Byggjumsleiknum varðandi atvinnulífið, þá var ég bara smá komment Marel og Össur og fleiri fyrirtæki voru náttúrulega byggð og reist hérna á svona tíma þegar Íslandið notaði krónuna og það var ekkert allt í þá. Og það er engin ástæða til sagt að þess þegar ríkisvaldið með tökum á fjármálunum að það verður sami grundvöllur aftur í framtíð fyrir öflug fyrirtæki og gott dæmi er Quissi sem var fór að marka, eða fór ekki að marka, það var hverst. En allt sem var vinsælast í heiminum það var Íslands fyrirtæki, nýstofnað og bara gott dæmi, það er framtíðin björt á Íslandi. Takk fyrir. Nú held ég að við ljúkum bara spurningunum og þær hafa endurspeglað fjölbreytilegt viðhorf sem er upp í Sjálfstæðisflokknum og hefur verið styrkur flokksins í öll þessi ár. En að lokum þá tekur til máls og svarar spurningunum og lýkur þessu fundi Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir. Já, það var hér fyrst spurt skýrslu Alþjóðamálastofnunar og afstöðu til þess hvernig við viljum bregðast við tillögum frá sjálfstæðum Evrópusinnum. Í fyrsta lagi þá hef ég tekið það fram að ég hef ekkert á móti því að þessi skýrsla sé tekin saman. Ég hef bara bent á að ríkisstjórnin er ekki bundin af því að bíða eftir henni. Það var gengið til samnings við Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sem verður að teljast hlutlaus aðili til þess að undirbúa þá skýrslu sem núna liggur fyrir þinginu. Ég fagna allri málefnalegri umræðu Evrópusambandsmálin og mun þegar hún kemur fram kynna mér þessa skýrslu frá Alþjóðastofnun en við getum hins vegar ekki haft það þannig að þingið eða ríkisstjórnin þurfi að bíða eftir því að slíkar skýrslur komi fram sem að ríkisstjórnin hefur ekki sjálf og ekki heldur þingið kalla eftir því að verði teknar saman. Þess utan þá vitna ég bara í allar aðrar skýrslur sem hafa verið gerðar og það langa ferli sem við höfum staðið í sem grundvöll fyrir ákvarðanatöku á þessu stigi málsins án þess að skýrslan komið fram. Ég tel að hún sé ekki nauðsynlegt innlegg til þess að taka afstöðu í málum. Það er spurt þá tillögu sem þarna kom að ákvörðun að
hætta viðræðum, slíta viðræðum eða draga aðildarumsóknina tilbaka, að hún fari í þjóðaratkvæði og nú er sagt að í því fælist ekki annað en að hætta við þá ákvörðun eina sér. Í þinginu og almennt í fjölmiðlum að undanförnu hefur þvert á móti verið gengið út úr því að í slíkri atkvæðagreiðslu væri greitt atkvæði það hvort að halda bæri viðræðunum áfram. Og það er út af fyrir sig ein leið sem ég kom inn á hérna í ræðu minni áðan, að draga aðildarumsóknina ekki tilbaka, heldur einfaldlega að lýsa því yfir að þær séu ekki virkar, og það felast í því ákveðin pólitísk skilaboð sem að ég tel að séu á skjön við þá stefnu sem að stjórnarflokkarnir starfa eftir, og við skulum hafa það í huga hér að það er enginn sem getur haldið því fram með gildum rökum að það sé ómögulegt að sækja að nýju aðild að Evrópusambandinu ef að til þess myndast meirihlutavilji á þingi. Ef að það er nauðsynlegu forsendur skapast að það sé pólitískur stuðningur við inngöngu í Evrópusambandið á Alþingi, þá er ég þess fullviss að fenginni þeirri niðurstöðu úr þjóðaratkvæðagreiðslu að þjóðin styðji umsóknað Evrópusambandinu, þá er ég þess fullviss að Evrópusambandið myndi taka vel í slíka umsókn. Eða hvers vegna ættu þeir annars að bregðast illa við því? Og hvers vegna er því haldið fram að það þýði 15 ára eða 20 ára eyðimörkugöngu fyrir okkur Íslendinga ef að þessi ákvörðun er tekin út? Það bara stenst enga skoðun. Þessi niðurstöða er í bestu samræmi við stefnu stjórnarflokkana, niðurstöðu kosningana og reyndar, svo ég grípi nú sjálfur til niðurstöðu skoðanakannana, bestu samræmi við niðurstöðu kannana viljan til inngöngu í Evrópusambandið. Það hefur verið sérstakt vandamál, ef vandamál má kalla, við skulum kannski frekar segja einkenni á umræðunni á Íslandi Evrópusambandsmálin, að þetta hefur meira eða minna hverst möguleikan á undanþágum, á möguleikanum á frábærum samningi. Og það að mínu áliti alveg sér íslenskt fyrirbæri sem að ekki þekkist annars staðar. Þar hefur grundvallarforsenda verið svo að vilji stóð til inngöngu í Evrópusambandið eins og regluverkið var með einhverjum eðlilegum aðlögunum. Og þetta birtist víða í umræðunni finnst mér í dag, og mikilvægt á einhverjum tímapunkti að þeir sem þessi mál fjalla komi því vel til skila hvaða reynslu aðrar þjóðir hafa af beiðnum undanþágur, hvað regluverkið sjálft segir, hvað Evrópusambandið segir, hvers vegna þeir sem hafa fengið einhverja undanþágur hafa fengið þær, hversu varanlegar þær eru, í hvaða stöðu voru þeir þegar þær undanþágur fengust fram og svo framvegis. Þegar við skoðum þetta allt lið fyrir lið, þá sjáum við og kannski bætum við reynslu fyrir ríkisstjórnar af viðræðum sjávarútvegsmál og önnur sem áttu að vera í forgrunni, að þá sjáum við að málið er ekki eins einfalt og margir halda. Ég veit ekki hvers er að vænta frá þingflokki Vinstri grænna, þannig ég á erfitt með að svara spurningu Sveins Óskars, en ég hef nú svona fyrirfram gert ráð fyrir því að minnst að það væri stuðningur við þessa ákvörðun, en mér heyrist að þeir muni einhverjir að minnst jafnframt styðja það að sú ákvörðun fari í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sigurður talar að ég hafi rætt þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu á fyrri hluta kjörtímabilsins, og það er einmitt það sem ég var að ræða hér í ræðu minni áðan, að áhugi minn á því að virkja lýðræðið í landinu til þess að komast að niðurstöðu þetta mál er einlægur. Við verðum hins vegar að horfa til þess í fyrsta lagi hvað er verið að leggja fyrir þingið. Þjóðaratkvæðagreiðsla er hluti af þeirri ákvörðun. Í öðru lagi hver stefna Sjálfstæðisflokksins er í þessu máli og hvað landsfundur hefur ályktað þessi efni. Í þriðja lagi til þess hvað er raunhæft að gera með niðurstöðu slíkrar þjóðaratkvæðagreiðslu, sérstaklega ef ætti að halda viðræðunum áfram, sem ég tel að sé algerlega óraunhæft að gera. Og þegar þessi hlutir eru lagðir saman, þá finnst mér að það séu komin alveg fyllilega skýr rök fyrir því að styðja tillögu utanríkisráðherra á Alþingi. Það er sagt að trúverðugleiki Sjálfstæðisflokksins bíði hnekki.
Já, ég segi, ég held að trúverðuleiki Sjálfstæðisflokksins myndi þá fyrst bíða hnekki ef að flokkurinn myndi, þrátt fyrir stefnu sína, beita sér fyrir aðildarviðræðum inngöngu í Evrópusambandið og gera samninga sem hann síðan ætlaði ekki að styðja. Ég vona að ég hafi með þessu svarað spurningu Huldu Guðmundsdóttur það hvort ekki verið hægt að setja þessa ákvörðun í frost. Ég legg áherslu á það í því samhengi að það er ekkert sem kemur í veg fyrir að við sækjum síðar aðild, en það er margt sem kemur í veg fyrir að þessi ríkisstjórn geti með trúverðugum hætti haldið lífi í aðildarumsókninni, þannig að hægt sé að útskýra það gagnvart þeim þjóðum sem við höfum fengið að samningaborðinu þegar að fyrir liggur hvernig pólitísku línurnar í landinu liggja og hvar vilji landsmanna liggur í þessu efni. Síðan spyr Halldór að þessu með hvort hægt sé að réttlæta þessa hluti, hann baði skýrt svar, það er auðvitað ekkert hægt að réttlæta það þegar lög eru brotin, Halldór, og við þurfum að koma í veg fyrir að það gerist. Jóhann spyr hér Sjálfstæðisflokkinn. Við erum mikil fjöldahreyfing, Sjálfstæðisflokkurinn. Það koma reglulega upp mikil átakamál í íslensku stjórnmálum sem að við Sjálfstæðismenn þurfum að taka á dagskrá. Og við erum ekki öll ávallt sammála niðurstöðunni þeim. Ég nefni sem dæmi sjávarútvegsmálin almennt, þar sem á landsfundum hafa verið upp undir 300–400 manns í nefnd sjávarútvegsmál og mjög mikið tekist á. Tillögur sem ganga hver í sína áttina, lagðar fram og greidd þær tillögur atkvæði. Við höfum komist í gegnum allan þann ágreining með því að virkja lýðræði í flokknum, með því að halda fjölmenna, opna og langstærstu stjórnmálafundina í landinu, landsfundina, og með því að hafa virt félagsstarf allt land. Aðalatriðið það að þegar að niðurstaða fengin, þar sem að virtur vilji meirihluta flokksmanna, þá þurfum við að fylgja þeirri stefnu. Ef við ætlum að sýna mikið hik í að framfylgja stefnu sem samþykkt á landsfundi eða mikill meirihluti sjálfstæðismanna styður vegna þess eins að einhverjir eru í flokknum, jafnvel þótt þeir teljist í 10–20% hlutföllum með einhverju slíku, sýna hik við að fylgja niðurstöðun eftir, þá töpum við öllum trúveruleika. Þá verðum við aldrei alvöru stjórnmálaflokkur. En við eigum að sýna þeim sem eru á öndverðri skoðun tillit með því að stunda málefnaleg stjórnmál, með því að virða ólíka skoðanir innan flokksins og líka með því þá leið að virða niðurstöðuna þegar hún er fengin. Ég vil ekki fallast á það að hér sé rekin einhvers konar einstefnu pólitík, alls ekki. Og ég heldur ekki sammála þér, Jóhann, þegar þú segir að þetta eitthvað annað sem að stundum er svo kallað eigi fyrst og fremst möguleika á að vaxa og dafna á Íslandi með, eins og ég skildi þið, inngöngu í Evrópusambandið, upptöku annarra myndar og svo framvegis. Í fyrsta lagi er ég ósammála þeirri fullyrðingu að sjávarútvegurinn geti ekki vaxið og dafnað úr þeirri stöðu sem hann er í dag. Ég er sammála því í sjálfu sér að það er ekki skynsamlegt að byggja á því að við stóraukum veiðar úr íslenskri fiskveiðilögsögu í tonnum talið, en við getum stóraukið verðmæti. Og við höfum í hverju mánuði dæmi að það er verið að sækja fram á nýjum sviðum til þess að fullvinna afurðirnar. Ég var með 2 útgerðarmenn hjá mér daginn sem voru að lýsa því fyrir mér hvernig afurðir sem áður hentu í slóg eru núna farnar að nýtast í mjöl og olíur og verðmætar afurðir. Ég tók eftir því í blöðunum fyrir nokkrum dögum síðan þegar að útboð var að klárast hjá fyrirtæki sem komið í lyfjabransan og byggir sína starfsemi á því sem áður hefði verið kastað í sjóinn á roðinu, þar sem að byggingarefnið í roði fisks er farið að vera lækningameðal vegna legusára hjá sjúklingum.
og inn á þessar brautir getur sjávarútvegurinn þróast, lyfja, snyrtivöru, bransan og þar fyrir utan hef ég trú á því eftir því sem að fjölgar í millistéttinni í heiminum að þá muni eftirspurnin eftir því sem við höfum fram að færa, þeim próteinum, fisknum, hreinu orkunni, vatninu og öðru því sem við búum yfir í auðlindum okkar, hún muni stóraukast. Ég trúi því að við getum sótt út á því sviði, fram á því sviði, leið og við gerum það sem varst að kalla eftir, að láta aðrar greinar vaxa og dafna. Og við vitum ekkert hvað það verður í sjálfu sér. Ég lít þannig á að það sé mín skylda að tryggja að hin almennu skilyrði séu í lagi. Ég hefði aldrei getað sagt ykkur að plain vanilla myndi slá í gegn. Og það væri þannig fyrirtæki sem við sjálfstæðismenn vildum að yrði til á Íslandi. Nei, ég hefði getað sagt ykkur, ef við erum að reka gott menntakerfi og ef að skattastefnan í lagi, ef við auðveldum fólki að stofna fyrirtæki og íþyngjum því ekki of með regluverki og öðrum eftirlitsstofnunum og ræktum tengslu heiminn, tryggjum örugga viðskiptasamninga við önnur lönd, þá væru líkur á því að fyrirtæki af þeim toga myndu skjóta rótum. Og það gerist og gleður okkur öll. En við viljum sjá meira af því. Og ég veit að höftin eru hindrun í vegi þess að slík fyrirtæki komi fleiri upp og sæki fram. Og þá skulum við bara takast á við þær hindranir. Það er engin skemmriskýr til í þeim efnum. Kæru vinir, fundarstjóri, ég vil þakka ykkur fyrir komuna hingað í þessu hádegi til þess að ræða Evrópumálin, þakka fyrir málefnalegan fund og óska þess að hitta ykkur sem allra fyrst aftur. Takk ykkur fyrir.